Komið sælblessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánudegi. Það liggur við að maður sé farin að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem eftir 12 daga héðan í frá. Og þátturinn í kvöld hjá okkur mun að nokkur leyti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undanfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin það æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að maður til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að Megi nota hana. Já, megi nota hana. Þetta svona fyrir ykkur sem ekki þekkið til. Þá nýja æðruleysisbænin Guð gefur mér æðruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru. Þetta rosalega vondur texti. Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segir bara sitt farsan sem stödd í. Það sé ykkar bremsur þetta. Þetta svo lélegt. Þetta mjög illa sett saman. Það var ekki viðreisn að biðjast afsökunar á þessu? Jú. Ef að einhver var sár. Jú. En ég sé nú ekki ástæð til þess að vera kvarta eitthvað. Nei. Ekki nema að sé vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor. Já. Þau hafa verið svolítið óheppin þarna í Evrópuhreyfingunni, þau hafa farið af stað með nokkrar staðreyndir sem hafa reynst rangar, verð á mjólkurlítra og tenging sænsku krónunar við evru og eitthvað fleira. Þetta hafa verið svona sem fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað. Þetta svona næstuð eins og viðmælendur, svo dreift. Og þá kemur í ljós að fólk ekki að fara rétt með. Nei. Gallinn við að hafa ekki ritstýrða dagskrá. Já. Það lendur í svona hreyfing. Hún vill líta út eins og hún sé marghöfða. Þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónarmið en kemst að sömu niðurstöðu. Og það líklega löngunin til þess að vera með þannig. En í slíkri herferð þannig að segir fólk alls konar hluti. Sem að mér finnst það svona á mörkunum hvort að hreyfingi beri ábyrgð á að Stína sagði að mjólkin kostaði þetta. Nei, einmitt. En já, jú, kannski þetta dreifir svo í eigin nafni. En við spáðum því minni mig einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Við spáðum því að ágúst yrði ógeðslega leiðinlegu mánuður. Finnst þér að það sé að ganga eftir? Nei, ég veit ekki, það var mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svona kíkja aðeins á Facebook og ég það stórir hópar Íslendingar sem bara leiðilegir, ráð ekki við þetta. Fættir leiðilegir? Bara fættir leiðilegir? Þeir ráða bara ekki við þetta. Þeir verður að tala, kannski þeir í lagi að verður að tala bara hvað það verður í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En alltaf þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega gottir. Fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebook því það svona einræða út í tómið að en hins vegar ekkert mál að skauta fram í þessu og það margt ágætt í umræðinni inn á milli og við berum enga ábyrgð á einhverju fólki sem leiðilegt á Facebook þannig að ég veit ekki hvort maður svona ætti að vera að ræða það En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona 2-3 vikum þá var fólk raunverulega að rífast ESB á mínum Facebook þráðum. Það hætt að nenna það hætt að reyna það. Og þess að þú ert að taka dæmi þeir sem að reka svona kosningabaráttu. Ég held að bæði jáararnir og neyjararnir ættu að skipta þessum takt. Því að þú veist, ef þú ætlar að bara gefa meira í og ég held að það sé margir eins og fólki á þínum vegg sem búin að fá nóg af þeirri umræðu. Hættan svo að þeir sem að stjórna kosningabaráttunni telja þið að gera meira því sama. Þannig að ég held að báðir hóparnir ættu að leita að einhverju skipta aðeins gír. Já, hann var að tala hann Eiríkur Bergmann, professor í Bylgjufréttum í hádeginu í dag
stjórnmálafræðiprófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar. Lofórð út í loftið og fullyrðingar. Það kosti svo byrjar neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári. Og kortir í seinna heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða. Þannig að ég held að viti allir að það ekkert hæft í þessu. Nei. Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja. Og það einhver tala sem að vitnað til að sko við græðum 800 til 1200 milljarða á ári. Þetta og líka ég gerði einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég ekki tekið þátt í þessu sko. Nei. Mér fannst að það var að tala 20% lækkun á mataverði og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum. Ég veit ekki sem hvort að það sé rétt. Nei. En við erum náttúrulega gengum inn í efnahagsvæðið. Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld. Og það ekkert svo mörg dæmi að lönd sem að hafa aðlagað sig að innri markaðnum séu að ganga inn í Evrópusambandið. Það voru reyndar lönd sem að tilheyrðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur leitt til lækkunar á matarverði þar, þá ekki hægt að greina munin á EES og ESB. Þannig að mér finnst það að vera svona frekar, ég bara næ ekki þessari fullyrðingu og á hvaða völdum það ætti að gerast. Auðvitað mun kjúklingur, egg og svín lekka. En ég held að það sé erfitt að færa rök fyrir því að bara matur almennt lekki. Að þú veist, fólk leyfir sér svona, þú tekur einhvern veginn að það hefði gerst í öðru löndum, það má vera að það hefði verið, en ég ekki vissum að setja flytjað yfir á Íslanda, því að við erum náttúrulega í EES. En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst í skynja á mínum einn Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega. En þeir sem að rífast mest er ekki dættir sko. Nei, örugglega ekki. En það kannski það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar við vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrárgerð núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga. Við sáum hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í Silfrinu á RÚV fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerður þar. En við höfum bara eins og þú lagðir til fyrir einhverjum vikum, við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli. Já. Að ykkur komi og settist og skýri sína afstöðu. Já. Og það gengið ágætlega. Já, ég held að það sé náist svona betri mynd á það hvaða álitamáli eru í gangi. Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera með einn jáar og einn eyjara sem að hnekkja hvor á annan sko. Já. Og það náttúrulega Silfrið sýndi að það eiginlega ekki boðlegt efni sko. Sigmundur Davíð var náttúrulega bara hann var eins og óhemja. Já. Og vill eitthvað vera að hlusta á samtala sem að þú grípur bara linnulaust fram í fyrir næsta manni og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og það var líka þegar var ekki Sigmundur líka þegar Dagur B. var í svona spjalli fyrir sveitstjórnarkosningar? Nei, bara í vor það var alltaf sagt sko var haldið fram að hann var ekkert að marka það sem að Dagur segði það voru eiginlega skilaboðin. En varandi þetta með hvernig þetta þróast ég held að veri gáfulegast fyrir bæði jáar og neyjar að koma með svona mildari útgáfu. Þú kannastu söguna því að Hannes Hólmstedt sé alltaf sendur á landi svona 2 vikur fyrir kosningar í Sjálfstæðisflokknum. Af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera að líða kosningum. En núna kannski sá hópur sem á eftir að taka ákvörðun
hann að velja sér svona, ég ætla að fara í þessa rútu og þá áttu ekki að hafa hann Sólstein með gjallarhorn í ganginum á rútunni, þú ert að hafa það svona sé bara þokkalega þægilegt að taka sér fara með þessa rútu, hvort sem að já eða nei. Þannig að ef þetta væri svona miðstýrð kosningabarta, þá held ég að Sigmundur Davíð, Hannes Sólstein og svo er ábyggilega einhver svona ákafir jáarar þótt að ég mun ekki alveg eftir. Þeir verið kiptur umferð. Já, ég held að. Ég held að væri mjög skynsalegt. Já, ég held að það sé mjög, bara vegna þess að þetta er bara óþolandi, sko. Þú vilt ekki hafa þetta svona heimaður. Nei, þetta er algjörlega óþolandi. Hannes sagði eins og við mig í eldgamla daga að það færi svo illa því að vera reiður í sjónvarpi. Já. Maður ætti alltaf að vera bara, en ég held að færi líka illa því að vera mjög reiður á Facebook eða í spjallþáttum eða útvarpi. Það er svolítið það að lesendur og áskrifundur samstöðurinnar hafi samband við mig og lýsi áhyggjum af því að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kosningafé og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neitt samanburð á því hvort það er rétt að neyð auglýsi miklu meira heldur en jáið. En hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því? Við rættum þetta aðeins í gæri, ég hefði náttúrulega kannski átt að fletta því upp hvernig þetta er í Bandaríkjunum, en það er einhver leyti allavega gerir fólk að segja hver kostar auglýsinguna. Eða þú veist, á hvers vegum hún er, svona raunverulega. Mér finnst það svona í ljósi þess að eins og Eiríkur er að tala að sé allt orðið populíst, við erum náttúrulega komin inn í stjórnmálaumhverfi sem er þannig, sko. Og sem er mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingar fram einhverju sem er bara ránt. En ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem er ránt, þá hefur það áhrif. Þú getur kannski hnikað til kosningunum 1,5% eða 2%. Sem gæti verið það sem skiptir, sem ræður úrslitum. Svo sannlega. Eins og kosningarna með Trump og Brexit. Þetta er svona populískar kosningabaráttur sem að ég held að stjórnvöld ætla að velta þessu fyrir sig, sko, hvort það væri ráða að setja inn auglýsingar að það verða að koma fram í auglýsingum, setja fram í lög, það verða að koma fram í auglýsingum hver borgar. Já, þetta er áhyggjuefni en það er innihaldsflýsing á, þú getur ekki keypt þér, sko, það liggur þessi innihaldsflýsing á eplinu. Það er innihaldsflýsing á öll út í búð. Það er ekki bara innihaldsflýsing á þessum auglýsingum. Þetta er áhyggjuefni, en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi rauninni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá er kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lygi. Það er ekki margt sem fyrir gegn af kolröngum staðhæfingum sem augljóslega er verið að dæla inn í fíti manns af einhverjum bóaskap. Ég sé ekki mikið af því. En það er eins og mjög mikið af gervigreindar skopteikningum sem að sem eru allar vondar. Ég veit eiginlega ekki af hverju fólk gerir þetta. Það hlýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta er vitlaust. Fólk velur kannski bara flottar málsgreinar, góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það er að segja með þessum myndum. Þetta er nú getur allir búið til skopmyndir. Það má segja það. Þetta er eins og var í sjálfútgefni ljóðabækurnar þegar það kom, það var gefið út í letri eða letur. Það got allir gefið út í ljóðabækur. Og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin. Og einhver leiti er þetta með skoptekningarnar, að fólk er ekkert að skoða því á öðrum, heldur áfram að búa til sjálft. Þetta er alþýðuvæðing skoptekningarinnar. En það getur vel verið að koma eitthvað út úr þessu, að almenningur verði bara almennt mjög færi að nota skoptekningar. Við erum ekki komið þangað. Við erum á einhverjum svona ólgutíma sem þetta er. Það er furðulega lélegt. En ég veit ekki ég hef sagt að þetta sé eiginlega vikan það sem úrslitir ráðist. Ef það kemur svona könnun á föstudaginn, þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni. Það hefur alltaf verið þannig að það getur við með þess að slegið til kannanir sem við gerðar í ágúst, svona verið sérlega vitlausar. Og
þótt að það sé ekki kannski mikill munur á til þess Gallup og maskinu. Þetta eiginlega bara 50-50. Svona allt innan tölfræðilega skekkju. Jáið svona ívið meira. Þá myndum maður vilja sjá eitthvað svona góða könnun með góðri aldursskiptingu sem maður trúir. Það var einhver maskinukönnun sem sýndi að það væri meiri hluti meðal eldsta hópsins við að segja já, ég trúi því ekki að það sé. Bara passar ekki einhvern veginn. Nei. Þannig að það kæmi svona, þá getur maður að fara bæði að ráða í það hvernig þetta skiptist eftir aldri. Ef að jáið nær meiri hluta með yngra fólki, að þá held ég að sé hægt að taka svona 1% stig af þeim. En svo höfum við líka séð það í forsetakosningunum og það var líka mikil sveifla svona síðustu 2 vikur fyrir kosningar í þingkosningunum. Það var til dæmis, eins og ég bent á að miðflokkurinn mældist miklu hærri heldur en uppskar. Og sveiflan sem var í forsetakosningunum, þótt að ég hefði spáð Höllu Sigríð með 2 mánaða fyrirvara eða eitthvað, að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum, sko. Að hún bara flaug fram úr, sko. Og þannig að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu af því að segjum þetta sem með Höllu þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni. Þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd að annarkor hópurinn sé að vinna þá það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur, sko. En svo líka stundum sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar getur ráðið einhverju. Nei, ég held ekki. Það kann svo sem að vera að Ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstudagskvöldið fyrir kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að kappræðu sem við sjáum yfirleitt fyrir svona hefðbundnar kostningar. Ég kíki á föstudaginn 2008 og þá það fréttir, íþróttir og veður, menningaveturinn, klassikinn okkar. Vitjan einhver framhaldsþáttur og svo Frost Nixon, bíómyndin. Já. Þannig það verður ekki á nú allavega. Nei. Það svolítið lélegt, þetta ekki eftir að vera Ég held að hefði átt að reyna eitthvað. Já, mér finnst það. Nema þau metið það eins og við erum næstu að segja. Það eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal ákafra jáara og ákafra neyra. Það eiginlega... Já, það má svo segja það kannski líka. Þannig að það gefur sig enginn upp fyrir að vera svona kannski. Nei. Ekki heiðarlega. Það eitthvað sem jáari eða neyjari sem þykist vera kannski. Ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já en svo sá ég þetta og ég bara að fara að hugsa að segja nei. Ég hef ekki séð þessar festur. Jú. Og ég held að engi trúi neina þessu. En mér finnst bara sko ákafinn í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri. Það bara mín skoðun. Það er auðveldara fyrir þau að fá sitt fólk á kjörstað. Það það sem ég að fara að segja. Ég held að jafnvel 45 jáinu í hag fyrir kjördag, daginn fyrir kjördag, myndi ekki endilega þýða það að jáið myndi hafa betur. Ég samanlega þessu. Já. Ég veit ekki alveg þetta með 55-45, en ég held að jáið sem eiginlega tvíbent, sko. Það væri til þess að fá jáið á kjörstað. Þá væri betra að neyið væri frá ofan í síðustu konum. Þá ríkur jáið á kjörstað. Já, kannski. Því ef að þið segjum að væri 55-45, að þá eru margir að því að við reiknum með að jáara þessu steigari í sinni afstöðu, sem ekki haft svona harðkjarna hópur þar, að þá segir fólk því að ég nenni ekki að mæta þetta hvað sem er komið. Og það skiptir máli með unga fólki líka. Þar hefur jáið verið sterkara. Munar eitthvað svona, held ég, 55-57% þar sem þeir eru með. Það er náttúrulega fólk sem skilja sér síður á kjörstað. Já. En samt ekki svo mikið. Ég held til dæmis að í síðustu þingkosningu þá jókst kosningaþáttaka meðal ungra. Þannig að mér finnst að það er svona ívið færri sem að mæta á kjörstað. En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt Píratana og ég leik mér stundum með að vera með svona aldurs kosningaþáttöku leiðréttatölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta er. Mér finnst þetta stundum íkt. Það er bara engin ungur mæti, það er ekki þannig, sko.
Nei. Það er kannski 68% á móti 85% í efsta. Þannig að... Já. En þetta finnst mér eftir að koma í ljós. Sumir segja að Kristrún muni beita sér. Heldur það skiptir máli fyrir jáarana? Þorgerður segir að búi með sitt erindi. Sé ekki sniðut að senda hana í öll podcastin. Sko, Kristrún var náttúrulega síðast í hólaræðu sinni á Hólum í Hjaltadal í gær að beita sér. Að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir, ég held að sé ekki lokið. Hún er augljóslega að beita sér. Hvort hún gefur eitthvað í, ég átta mig ekki alveg á því og ég átta mig ekki heldur á því, sko. Jú, að því að persónuvinsældir hennar eru nokkuð miklar að því virðist, þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir já-málstæðin. Ég er ekkert endilega vissum að Þorgerður Katrín myndi gera já-málstæðinum gagn með því að beita sér. Mér finnst bara búið með sitt, sko. Ef ég var að stýra þessu, þá myndi ég setja hana á Varmarbekk. Já, ég er sammála. Því að Kristrún, það liggur við að Kristrún geti leikið það að ég var nú ekkert svo ákveð í því að ganga inn í Evrópusambandið en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar eitthvað svona getur leikið þetta, sko. Og líka held ég að einhverju ganga á kjörstað og segja, ef ég segi já og við ætlum að sækja aðild og því ég vil sjá allra besta samning sem að hægt að fá. En ég er bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félagar geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of áköf til þess að fara þarna inn, að hún mun koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir Kristrún að sýna það að ef það er sagt já, að þá mun umsóknin verða í góðum höndum. Já. Og þetta ég er ekkert að finna beint að Þorgerði Katrín, en hún þarf að vera svo utarlega í jáinu, af því að hún er þar. Já. Og ég held ég veit ekki hvað það er gott erindi inn í þessu vikunar. Því að ef þú ert alveg mjög utarlega í jáinu, þá upplifir fólk að þú munt bara skrifa undir það sem að þér er rétt og sem er sólít afstaða, vegna þess að við höfum séð að til þess kringum Úkrænustríðið þá hafa utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar farið okkur að fundi og komið tilbaka með loforðum að kaupa vopn fyrir 300 milljónir eða 400 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Að það er svona, stundum hefur Íslendingar á tilfinningu að það er svo gaman í þessu fólki að vera í hópnum, að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem er það að Íslendingar ætla ekki að kaupa vopn. Það held ég að sé afstaða 75 eða 80% af þjóðinni. En samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara finnst svo gaman að vera í þessum hópi. Þannig að ef þú ákafur í ávisti að þá ertu kannski ekki bestur í að gera samningin. Nei. En það er gaman að segja frá því að ég er að fá skilaboð frá aðstoðarmanni Kristrúnar Frostadóttur sem voru bara poppuréttaðan það að ráðuneytið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún komi hér að rauðaborðinu áður en við göngum til kosninga. En ef við þá fara... Kannski ættum við að fá Kristrún og Sigmund Davíð saman? Nei, ég held ekki. Þegar maður hefur séð þau saman, þá hefur Kristrún góðan húmor fyrir Sigmundi. Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sigmundur Davíð náttúrulega sínar ágætu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru nálega. Hann er bráðfyndinn maður. Já, og þeim þykir augljóslega vænt hann, en bara þegar kemur að návíi hans við myndavélar og hljóðnema, þá næri hann ekki að beisla það besta í sjálfu sér, sko. Nei, það er á réttur. Hann er ekki fyndinn, sko. Nei. En ef að fara í faktum þá... Já, ég er með tvö efni ESB. Já. Atli Bollason. Listamaður, hann hefur komið talað menningu og fleira Já. Hann er sonur Bolla Heiðinssonar sem ég grunum að sé ákafur Evrópu sinni. Já. Þannig að ég sá hann eitthvað vera að tjá sig Evrópusambandið. Ég spurði hvort hann væri til að koma í svona viðtal þar sem að tala við hann, þar sem hann skýrir afstöðu sína. Já. Og ég alltaf ekki svona fertugt sem að er miðaldra en er okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt. Það er líka ákveðin kostur. Ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB viðtali eins og maður getur sagt. Ég fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB. Hann
mat Árna það að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðalegi því að gera sem minnst og fá sem flestar undanþágur og ég held þessi nokkuð til í því og svo ætla ég til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem tengist ESB þá endur við þáttinn í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson líffræðingur. Hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm? Jú, sérfræðingur í Kóngulóm. Hann það sem að Kóngulóm flækja flugur í net sitt þannig að þetta lúmst skilabóðinni. Já, kannski. Hann nýkominn frá Madagaskar með nemendahópi frá HÍ og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft þegar hópur fyrir til Madagaskar. Þetta algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgerfisflótta bandarískra fræðimanna frá Trömplandi. Já, frá Trömplandi. Þetta alveg raunverulegt. Þetta kom fram í viðtali sem við áttum við Pál Þórðarsson sem er prófessor í Sydney. Já. Sydney, já ég held það. Hann sagði að bara eiginlega allir í hans geira og hann tiltölulega framarlega í sínum rannsóknum og er með gríðarlega kostnaðarsama rannsóknir sem eru styrtar. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira væru að reyna að komast í burtu. Svakalegt sko, svakalegt. Þannig að þú ert enga stund að eyðileggja það sem tók langa tíma að byggja upp. Og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna helgina, bandarískra, tónlistamanna. Þeir sögðu meira og minna allir sömu söguna, þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt. Hugsaðu þér. Fyrirheitna landið, hvernig komið fyrir því núna? Komast þetta fréttir af svona Hollywood-leikurum sem eru fluttir til Frakklands og kannski bara til þess að býða þetta af sér. Það styttir semst í að við hefjum leik og það verður væntanlega hún Sólveig Anna Jónsdóttir hjá Eflingu sem að ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér Gunnar Smári. Já, áhorfendur og áheyrendur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Við verum bara tveir að tala saman og þá er þetta ekki fjölmiðlun en þá breytist þetta að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið af afspurn og við höfum engin efni á að auglýsa og höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur færa okkur fé til þess að búa til dagskrá. Skítblöng og undirmönnustöð. Já, það er bara þannig. Eins og kannski stæðsti hluti fjölmiðlaðir í dag. En áhorfendur hafa hlustað og breytt þessu fjölmiðlum. Þeir hafa líka byggt eiginlega upp dreifikerfið með að segja að vinum á vandamönnum hvar með að finna efni okkar. Og það má finna efni okkar á Facebook, á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar. Það er líka gott aðgengi að eldra efni og eiginlega bottless ít sem hættir að sangja þákað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Sunnaveru Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð og litlu kaffistúð út á Reykjanestá. En þar fyrir utan erum við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útvarpssendingar okkar hvað sem það er í heiminum, það sem er leta á annað borð. Það er mjög þægilegt að nota spilaran. Já. Ég vissi ekki að hann væri til fyrir en að við fórum að nota og ég nota hann töluvert. Og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo erum við á kabalkerfunum suður með sjó en önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki sinnt erindi okkar að dreifa samstöð sem mér finnst alveg óskiljanlegt. Þú veist að dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út samstöðuna. Ég veit ekki hvað gengur á þarna í Sín. Það gengur nú eitthvað á í Sín að vera að skipta umsjónarmann og sprengisandi. En það sem knýr samstöðuna líka áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem að telur það og veita, átt að segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur ekki orðið til nema með stuðningi almennings. Þetta verður ekki til með því að einhver ríkur kall heldur þessu úti eða auglýsendur hendi inn fyrir hérna. Þetta verður fyrst og fremst til ef almenningur leggur okkur lið. Og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur á áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþjóðfélagið en það er einmitt alþjóðfélagið sem árekur samstöðuna. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.